þátt þar sem við förum yfir árið 2024 á Íslandi. Já, þetta ár var nefnilega mjög viðburðugt hérna hjá okkur. Það byrjaði á orðunum, þessum fleygu orðum Guðna, ég býð mig ekki á kosta mér. Þannig byrjaði árið á þessum orðum Guðna. Hvað kom að gera sem eftir það? Jú, það rigndi inn framboðum, en flestir sem ýttu á vitlausan takka og drógu það alveg fram og tilbaka og eftir það voru bara 10 framboðendur. Og svo þetta veit allir að Halla T. tók forsetakosningarnar raskatið og vann þær. Þannig að það var svo náttúrulega eldgosinn 6 og eitt eldgosið ákvað bara að fara yfir bílastæðin í Bláa lóninu. Svo gerðist þetta sem að enginn var að búast við. Og það þegar Bjarni Ben bara kabúm, ríkisstjórnarflunginn, bara og bara kosningar kortir jól. En kosningar, svo komum kosningar, það er ekki alveg kortir jól, en voru kosningar. Og í svona kosningum, þannig að þjóðin, og mjög duglega henda, ég vil þá hendir þjóðin einum og einum þingmann urtu, það ákveða að henda 2 bara flokkum, bara að taka Píratar, tjúm, Vinstrigrænir, af þing, tjúm, þá þeir bara svoleiðis. Og sigurvegari kosninganna, Samfylkingin, sem að fékk kosningabikarinn, svo kom Þorkell Katrín með viðreisnina sína og Inga Sæland með Flokksins. Og það 3 ár. Það voru hörkulegum samræðum og Valkyrjustjórnin, hún bara gjörsamlega kom svona jólagjöf ársins. Og hvað gerist meira á þessu ári? Jú, það kveiknaði náttúrulega í Kringlunni. Það var náttúrulega Kringlan með ljósum logum. Það gerist Kringlan með ljósum logum. Unga fólk okkar, hvað var það að gera? Það var alltaf mikið með hnífa. Ég veist það svolítið slæmt. Unga fólk okkar gæti ekki, þetta er bara geðsjúkt. Við erum bara geðsjúkt. Þetta er bara geðsjúkt. Örugglega allir sem voru með hnífa eru geðsjúklingar. Bara ungmenni Íslands bara geðsjúklingar. Bara ungmenni Íslands bara orðið geðsjúklingar. Það bara þarf að geðgræna alla ungmenni. Bara verið með hníf, bara það á ekki með hníf. Hnífar og skæri ekki barnamannafæri, svo maður segi. Og þetta var lítilbörn. Það er hægt að breyta þessu. Hnífar. Ekki fyrir unga fólkið. Já. Af því unga fólkið það bara ágjöruna. Það á ekki svona með snjallsíma. Í rauninni talandi það er ekki svona með snjallsíma. Því það kann ekkert á snjallsíma. Það kann ekkert á samfélagsmiðlum. Það er allt og lágur aldur á samfélagsmiðlum, fyrir að fyrsta. Þannig að unga fólki á náttúrulega bara að vera að taka sem. Það er bara þannig. Unga fólkið á ekkert að vera með snjallsíma. Það veit ekkert hvernig á að haga sér á landinu. Þannig að það ætti að hækka aldurinn í 18 ára á samfélagsmiðlum
og þetta bara lög, bara í heimslög. Þeir sem eru 18 og eldri með þetta sem þeir sem eru yngri en 18 ára, gjör svo vel, þetta slækka sem við. Ekkert internet. Það fann það bara svona skilur þau. Í staðinn fyrir að láta þetta unga fólk skellt sem bara, sem það bara af því þau eru óvitar, þau eru internet óvitar og samfélagsmiðla óvitar. Unga fólk, já. En á það var með hnífa, Halla náttúrulega, hún var forseti og voru Ólympíuleikana, svo fann þau Danmerkur og fólki fannst og talaði ensku en ekki dönsku. Skilur hann vel, ég náttúrulega kann ekki orðið dönsku, en ef ég væri forseti myndi ég bara náttúrulega tala. Þannig að ég að læsa þetta myndilega, þá hefði ég læst norskuna og tala norskuna, því að norskan miklu skemmtilega, danskan náttúrulega, þú veist, bara, maður getur bara kaflað hana. Danska drepur, en norskan miklu svona skemmtilega. Danir, þú veist, danskar, bara eins og, þú veist, ég held alltaf þegar Danar tala að þeir séu bara annarkot fullir eða reiðir. Þeir séu alltaf fullir eða reiðir, eða bæði, fullir og reiðir. Þeir eru að tala, en allavega, það fór fyrir brjóstið á dönum. Það fór fyrir brjóstið á dönum. Það ekki bara einu sem brjóstið, og hvað ekki einu sem fyrir brjóstið, en sem fyrir brjóstið á okkur. Maður þegar Halla fekk bara svaka díl hjá B.O.L. Kom bíl, kemur bíl, bara fyrir bíl, bara fórseta bílinn, fór hann afslætti. Frábært. Og maðurinn var, fórseta gæinn, hætti hann með þetta líka. Og svo náttúrulega þessi útlendinguna, ég man ekki hvað þetta, Kjætsate eitthvað sem að breytti nafni sem Davíð Viðarsson, því hann reið konu Davíð Viðarssonar og ég held að hún hafði óleitt þegar skilur, hún Davíðs með. Þannig að ég held að hann samaður hefði borgað tvöfald, það var aðeins, en svo bara gerði hann skipta hann aftur nafn. En svo það gæinn sem kallaði sig Duss eitthvað TH. Og það fyrir ekki, hvaðan fékk hann það? Þannig að þetta var svona, já. Svo náttúrulega líka, má ekki gleyma því sem kom fyrir árinu líka á þessu blessaða Íslandi. Þetta sem ég er búinn að nefna hérna. Þá náttúrulega var það var sonur hann sem manni hvað heitir, hann aðstofamaður Bjarna Bens. Sonur hans. Hann sagði bara við sem pabbi þig getur leyft hvalið með þér. Og svo bara nokkuð sinna. Leifir Bjarni Bensson hvalveiðunum, það var síðan sem hann gerir áður en að hann hætti sem forsætisráðherra og Kay Frost tók við. Magnað. Og geins meina, sorry, þið verða að kommenta ef ég glemdi einhverju, á Íslandi, allt sem gerist á Íslandi. Var eitthvað túrista? Jú, svo kom ísbjörn. Það kom nú túrist, það kom nú við venjulegir góð túristar, nema þeir eru hvítir og á lónum, þá skjótum við það. Ísbjörninn, hann bara skotinn, breiðbeinn, bara, og svo það Íslendingar margir frægir í útlöndum, þeir eru bara kvikmyndir og svo Hollywood og Ólafur Darri og Jóhannes Jökull þar. En Logi Bergmann, hann var nú bara frægur bara fyrir það, hann var bara frægur í Asíu. Það var svona svo æðislegur að þau settu hann á ferðarspilið þessir.
Dorrit ákvað að baða Dorrit í læki í Mosó. Hvað gerst meira á henni? Ég ekki kveikt á kommentur. Jú. Ég bara sé ekki það komment. Ég ekki komment. Það má kommenta, sko. Eða eitthvað sem ég glemdi. Hvað var þetta? Report. Ég ekkert, ég slökti það sem þetta. Ekkert hvað þetta var. Ég tók taka. Ég vendur að kommenta. Nú, það sem að gerst meira á þessu ári, þetta sem gerst árið, það sem ég mann gerst árið, veitu hvað meira? Jú, svo náttúrulega var var Guðsvon betur og rottur í bæ. Rottubitið, mikla. Jú, og svo þá gæir á Egilsstöðum, sem hann eitthvað heitir, sem að tattu að vera bónusgrísin á sig. Hvað meira? Hvað var meira? Nei, það var engin, mér fannst þess okkur að falsaði IKEA-getin, en það er bara eitthvað bull í mér. Hera fór í Eurovision. Hvað gerist meira? Búin að fara yfir svo margt. Búin að fara í báðar kosningarnar. Já, það var ótrúlegt. Það var 2 kosningar á ári, það var ótrúlegt. 2 kosningar, ekki 2 kosningar, 2 kosningar sem ekki Nú man ég ekki hvað gerist þar. Meira. Ég að kommenta, ég búin að fara yfir viðanveld, þegar maður fara yfir árið þá, ég búin að, á Íslandi, og ég búin að tala ýmislegt. Já, Einar, þannig að gerðist, var borgarstjóri á það ekki? Jú, hann var borgarstjóri. Dagur, hann ákvað að fara í vildi fara í alþingispólitíkina. Þú veist, og það var bara, hann ætlaði bara að fara á alþingi, en það var ekkert allir á sættu með það. Hann var bara strikaður út, með einu pennastykki. Hallarhund. Hún var ekki bara forstaframbjóðandi, þau fóru líka alþingisfundar. Og það var ekki bara Hallarhund. Arnar Þór Jónsson líka. Og hann ákvað, svo þegar hann tapaði, ég ætla bara að verða fórstið, ég bara býtt til lýðræðisflokkinn, það var móti öll, það bara selja rúfi eða eyða þeim, enga helvítisflokkinn, og við förum ekki þetta helvítis ESB-rögl. Og maður hann var á móti öllu. Það bæði því líka, hvað mest. Þannig að Heiðar, já, Heiðar var þetta og það var nefnilega fótboltamaður sem að sagði svona, ég ekkert svo viss að ég búin í bjóðunum, svo 2. febrúar kom hann, ég mun ekkert vera á réttu í einhverju fórstaframbjóði og hann gerði þetta ekki, hann gerði heila ritgerð bara það að hann ætlaði ekki að fara í framboð. Jæja, hvað getur maður aðeinstundi? Sorry, við erum bara að fara yfir Íðanvell. Já, Íslendingar unnu keppni. Þeir unnu einhverja keppni, einhverja danskeppni var það ekki. Eða hvað var það keppni? Íslendingar unnu Íslands heimsmeistarar í dansi eða eitthvað. Var það ekki? Það var eitthvað, unnu eitthvað. Það var eitthvað, sko. Gústi B. var rekinn á FM af því að Príncipe Choco sagði dónanum bara. Við bara óvinnir bandara.
sem að svo hljóndi. Ég ætla bara að minna ykkur á að þetta bara sagt að því að hann sagði þetta. Ég ætla ekki að svona fá hann eftir að bröndara. Hann var það sjúklegur. Þannig að Gústi mér bara rekina en þeim bara beinustu leið. Svo komum við þurfa tveir snillingar. Ólöf Skaftadóttir og og Kristín eitthvað. Með hlaðvarpið komið gott. Það hlaðvarp, það fer beint í manninn. Það lætur boltan algjörlega vera. Það fer beint í manninn og nafngreinir hiklaust. Það allavega var á árinu. Það var meira á þessu ári. Já, Elli sneri aftur, Elli, söngleikurinn, sneri aftur í Borgarleikhúsinu. Já, alveg rétt. Og það líka Patti árið. Eða sérst, Borgarleikhúsinu. Það ekki árið, það var fyrra, ég man það ekki. Frost náttúrulega kom náttúrulega sem stormsveipur, þessu ári, á frumsýndina, Frost, söngleikurinn, hann var alveg sló rækilega gegn. Og sending, ég hef ekki séð það mynd, en sú mynd var bara mest áhorf, með mestu miðakaupin. Og allir fóru orða. Kannski Herðus Hólmstedt, kannski var hann að selja miða það, hann ætlaði að selja miða á Taylor Swift, og afsakaði sig með því að segja bara, það var hakka hjá mér. Eitthvað meira sem að gerðist á árinu? Já, æskastandura, koma aftur, endur koma, voru meira, æskasbúð, æskaspók og æskaspók náttúrulega bara vinsælustu lögin í Bylgjunnar og FM 957, náttúrulega. Þannig að æskasvegg svona framhaldi í rassinn á þessu ári. Sem er að liða. Eitthvað meira? Ég ekki með þessu, ég gleymi einhver. Eitthvað túristar. Eitthvað með túrista. Það var eitthvað með túrista, var það ekki? Nei, það var eitthvað með túrista. Jú, það var sem með túrista. Það var túristi sem hann fór í jólahandrið. Bara í jólasambúning. Bara sem við bara stemmum á hliflið. Hann var ekki á Hafnarfjarðarbær. Og allir héldu að hann hefði drukkinn eða eitthvað. Svo var þetta bara saklaus maður, eins og maður ekki segja. Sá túristi sem að, eitthvað meira sem að gerast á árinu. Hér á Íslandi, sko. Ég er búinn að fara yfir svo margt. Það vantar eitthvað, það er eitthvað sem ég er að gleyma. Það er nefnilega eitthvað sem ég er að gleyma. Ég er búinn að fara yfir svo margt. Sem gerist þessu blessaða landi og svo blessaða ári. Ég er búinn að fara yfir svo margt. Það er líka svo margt eftir. Að fara yfir. Það er eitthvað sem ég er að gleyma. Jú, Svanhildur Hólm var sendiherra. Og Logi fylgdi með henni þar. Kóli. Hann byrjaði þessi spyrill, Gettu betur, á þessu ári. Og skömmu síðan fekk hann hlutverk í Hryllingsmóðinni. Svo fekk hann hlutverk í Hryllingsmóðinni, Baldur í Hryllingsmóðinni. Eitthvað meira sem gerðist á þessu ári. Er það frétt spurningaþátturinn hófst með fyrrverandi
Gettu betur spilli. Vigdís Hafliðadóttir tók við Kappsmáli af Björgu Magnúsdóttur. Hún var einhver aðstoðarmaður einhvers ráðherra sem er löngu hættur að vera ráðherra. Ég er komið meira. Er ég að gleyma einhverju? Ég man þetta ekki alveg. Allt sko, ég er bara farið það sem ég man sem gerist á Íslandi. Já, það var einhver sem gerði Hollywood-stjörnu með hníf og skrifaði Keiko. Hvað sem það nú var, veit. Það var einhver sem gerði það, já. Kveiknaði ekki í Hörp? Nei, kveiknaði ekki í Hörpunni, jú, nei. Það kveiknaði ekki í Hörpunni, það kveiknaði bara í Kringlunni, held ég. Var ekki einhver sem falsaði lögreglubúnaðinn sem löggan og hann var að handtaka fólk á Íslandi. Nei, það var ekki Íslandi. Það skiptir ekki máli, manni hvort það hafi verið Íslandi eða ekki. Ég bara farið yfir svo margt. Ég bara, hvað gerðist meira á þessu ári, á þessu blessaða landi okkar? Býttu nú með. Farið upp á forsetann, búin að farið forsetann, hvað sem það er. Var búin að fara að Vala Möller? Nei, hún er dómsmálaráðherra. Nei, heilbrigðismálaráðherra. Búin að fara að eitthvað. Það ég bara, nú er ég alveg á gatinu, ég bara að fara yfir svo margt. Þeir var hjálpað með komandi, sko. Þú veist, gerist þessu blessa ári á þessu blessa landi og það það var eitthvað með. Kannski Auddi pissaði á edrúmáleskju. Nei, það gerist ekki. Vá, ég er alveg tómur. Hvað gerðist meira á þessu ári? Ég er að fara fyrir ári, þið eru að hjálpa mér. Þú sem nauðgaði allar, nei. Það gerist meira. Klein hættir hann með kærastunni sinni. Önnur kærasta sem hann hendir í ruslið. Hvað gerist meira á þessu ári? Það hendir með kærastunni sinni, það er komið. Hann tefnir ruslið, það er búin að hendi svölu ruslið svöldru, þess sem hann var að hætta með. Hvað gerist meira á þessu ári? Hvað á þessu blessu landi? Búin að fara yfir svo margt. Já, bara þú veist. Túristarnir er hægt að koma hingað út af ofnotuðum, út af miklum eldgosum. Allt er gott í hófi, en jörðin skilur það ekki. Það er búin svo góður svo ofta en það þurfa nenni ekki að koma eitthvað yfir. Túnstæðir. Held að það sé málið. Hvað gerðist meira? Ég er búin að fara yfir svo ógeðslega margt og það er svo ógeðslega margt sem ég man ekki, þú veist. Ég man ekki hvort að, þú veist, einhver hefði dulbúið sem þóttist vera löggan og bara fór að handtaka fólk eða ekki. Jú, það gerist alveg, það var eitthvað sem gerði það bara. Ég ætla bara að fara í íslenska löggubúning og bara, þú veist, út handtekinn og svo vann ekki löggan, þú veist. Það komst upp með það, þú veist, að borga einhverja hrikalega sekt og eitthvað svo hægt. Svaka dæmi, sko. Það var svakað. Hólegt, hvað mann að fæla? Ég er bara auðvitað ekki dag. Það er pallið að því fara í stól, löggubúning og tíka svo að lögreglan.
og handtaka fólk. Þá veit ég. Svo var náttúrulega bílakúkarinn. Hann ákvaði í þetta skipti að fara í tígrisdýrabúning og kúka aftur á bíl, 4. skiptið í tígrisdýrabúning. Bílakúkarinn, hver þessi bílakúkar? Af hverju ekki bara ná þessi bílakúkar? Ekki með það. Jú, svo var náttúrulega eitthvað sem var hvað ég ekki fyrir jólagjöf. Mamma langar í kött, já, ég skal þetta gæti fyrir þig. Já, hvað er þetta? Ég svo að 4 minn, hvað langar í kött, segir þau? Já, hvað er það? Já, Diego, köttur, sitja eitthvað. Ég gef þig bara. Og svo fer hún í strætó með hann, kemur ljós, svo kemur sveitum, Diego horfinn. Diego, heyrðu, já sko frænka mín sem gaf mér Diego jólagjöf. Hann hefði með mér, ég fekk henni svona Diego. Ætla bara að gefa Diego bara jólagjöf. Svona annað. Já, við búum að tæma þessa gattpælinga, sagði hann. Hvort sem að tæma þessa. Svo fara þeir bara á svefnvegi í góðum fíling. Þá kemur einhver og stelur bara peningum. Það veit enginn hvað stelur þessum peningum. Þannig að það er bara peningaþjófur, ólýst, óuppfyllt slæmur. Er búið fyrir hann? Nei. Það veit enginn hver ákveð bara að fara að stela peningum. Þetta bara, Hamraborgin var bara peningarugleginu, sko. Hvað gerist meira á þessu ári? Mér finnst eins og það eitthvað gerst eitthvað meira. Ég man ekkert, ég er bara að fara yfir bara ýmislegt. Ég er bara að fara yfir allt sem ég man eftir. Ég er búinn að fara yfir báðar kosningarnar, búinn að fara yfir eldgosinn, búinn að fara yfir Egilsstaða tattúdótið, búinn að fara yfir gæði sem þóttist vera lögga, handtaka fólk, búinn að fara yfir ísbyrði sem dó, búinn að fara yfir Diego-ránið, búinn að fara yfir Eurovisionið, íslenska Eurovision. Hvað gerðist meira á árinu? Ég held að þetta sé bara allt sem gerðist á árinu. Ég held að þetta er bara, þetta er það sem gerðist á árinu. Ég fá bara, ekki bara fara í Völvuspá, spá fyrir næsta ár, ráðum fyrir að gera þetta, þá langum til þess að, svo þetta hvað gerðist meira á árinu, jú, það var ekki einhversu stund að kynni bara við, gaurinn sem fór í IKEA og ákvað að verður sem fór í IKEA og sagði bara, flott rúm. Tókum bara með rúm og bara reið, bara viðskiptum við IKEA, bara reiðist IKEA-starfsmennina, bara gæði eitthvað kaupt út og gæða, bara, hvað er málið með það? Það er bara eitthvað sem þú á ekki að gera. Gæti þessi hann gæði hún til að lagga með hann eitthvað fólk. Nei, ég veit ekki. Þú spáir bökulega í spilið, hvað geti ekki að næsta ári? Á næsta ári, verður Háskólabíó rifið og þá ákveður það að rífa Háskólabíó og byggja blokkir. Næsta ári verður það, á 2025. Það verður sett lög hlaðvarp, íslensk hlaðvarp, hvernig það verður, hvernig þau eiga að vera. Það verður gert næsta ári, sko. Svo verður, á næsta ári verður líka
bannað að senda 2 lög í undankeppni Eurovision. Var ekki með slag. Bannað að hlæja dýrum, það verður ekki hljósta dýrum, þá verður fólk kært fyrir það að hlæja hundum og köttum, þess að það gerir eitthvað fyndið. Það verður bannað að Hláturkvóti verður settur á. Örugglega. Einhver bungar það. Nafnið Tjörfi verður bannað að mannanefnd. Og, þú veist, ekki Tjörfi. Það má alveg Tjörfi. Þengill, það verður bannað að mannanefnd. Það er bara vondi kallið í bólum sem Þengill og það á bara ekki að skýra bát sitt. Það er bara, þú veist, bara vorkinu öll sem heitar Þengill. Hvað er meira? Já, Vigdís Finnbogadóttir, hún mun deyja á árinu og það munu 620.000 fæðast á næsta ári. 620.000 börn munu fæðast í Íslandi á næsta ári. Það er sem ég myndi segja, þetta er völusbarnið mín. Hvað er meira af völusbarnið minni? Ég er búinn að fara í árið, nú er ég bara svona, nú er bara völusbarnið mín og nú ég spái því að íslenska kvár landsliðið komið sterkt fá að verða út til. Á næsta ári verður gert íslenska kvár landsliðið. Á næsta ári, ég er búinn að fara yfir árið, nú er ég bara svona komið við og bara verður spáðan. Ég er svona spá í það sem geti ekki á næsta ári. Á næsta ári getur líka verið þannig að, já, á næsta ári verður líka mun prís stækka, mun koma til Hafnarfjarðar, mun bara fara á Miðþjóðalandið og opna fleiri stöðum. Já, heyrðu, það er það sem gerði síðast ári. Þú ætlum aðeins að gefa völusbarna, auðvitað. Leið að þau fóruð alltaf að fara völusbarna, auðvitað opnaði prís. Ódýrasta búð Íslands opnaði búð sem er ódýrari en Bónus og Krónan. Prís. Ódýrasti í heimi. Auðvitað. Það er náttúrulega gerst á árinu. Nú heldum við áfram með völusbarna. En að gefa völusbarna aðeins. Förum aðeins meira yfir á. Það var prís. Ég ásaka að stoppa völusbarna fyrir að það var ekkert meira en prís. Jú, að gæði skultið, bara, þú veist, ég er búinn að fara yfir svo margt. Þá bara fyrir að halda áfram með völusbarna. Við áfram með völusbarna. Ég bara vissi að leið og ég nefndi að prís myndi fjölga sér að það hefði opnað á þessu ári þegar ég var að byrja völusbarna. Þannig ég ákvað að stoppa völusbarna aðeins og fara bæta upp talningu við. Ég er búinn að fara yfir allt. En svo allt mundi ég að kannski er ég að stöka meira sem gerðist á þessu ári sem heldur áfram sem þess. Já, og ég myndi gælunafnanefnd, þá höfum við stofnað sérstök gælunafnanefnd, menn hún er að stofna það á næsta ári. Næsta ári verður það báðið það, sko, við báðið ykkur gælunafnanefnd stofnuð á næsta ári, þið var alveg spáðað minn, sko. Það verður ekki neina kosningar á næsta ári. Það munu vera 25 eldgos á næsta ári. Og þú maður gjósa vín út úr sprungum í Grindavíkinu og bara öll Grindavíkinu munur fara undir hraun á næsta ári. Hvað mun meira gerast á næsta ári? Ríkið hættir, hættir. Allt áfengi fyrir verslanir. Bara svona verslanir. Gleðiskattur gæti verið settur á. Nei, djók. Það var ekki gleðiskattur, ekki hláturskattur heldur.
Það var sekta fyrir sjókvíaeldi. Mér er sekta fyrir sjókvíaeldi þegar næsta ári, það er örugglega það. Það sjókvíaeldi, já, ég ætla að sekta þig. Já, það er bara krakkar, það er nú 2005, það er 2004 sem átti, núna er bara bannað þeirra. Og það skætti hana 700 milljónir. Ekki krónum meira. Þetta mun örugglega vera þannig, einhvern veginn á næsta ári. Nú er sko völvuspáin. Ég er búinn að fara yfir árið að næstu því. Ég fór yfir allt árið, allt sem ég myndi. Allt sem ég myndi ekki, þá tók ég ekki fyrir. Af því að kommentakerfi var ekki nógu duglegt. Þannig að bara þetta okkur með völvuspáin. Hvað meira gerði gestur næsta ári? Ég held að þetta sé bara nógu gott. Jú, svo mun náttúrulega vera rosalega mikið viðvaranir og það mun vera appisvíkur á allt landið, svona landstormur sem sko allt loka, strætómur allt loka næsta ári, sko. Og það mun bara vera stormur sem mun vera sko frá febrúar alveg fram í maí. Ekki maí. Jú, það er apríl. Það er 28. apríl mun bara annan febrúar til annan í apríl mun vera bara þessa stormur eða bara viðvörun næsta ári. Svo mun bara allt að gerast og já, þetta er svona völvuspáin fyrir árið næsta ár og þá er komið að því að þetta er manneskja ársins og það er, ég var nú vel að segja það, nú komið að það er manneskja ársins að mínum mati, 2004. Það er náttúrulega að sjálfsögðu. Þetta er svona veggur. Varnarveggur, eða hvað er þetta? Þetta er ekki varnarveggur. Varnargarðar fólkið í Grindavík, það eru manneskjur ársins að mínum mati. Það eru manneskjur ársins að mínum mati. Svalbarðsins er komið gott að mínum mati. Lagarsins herramenn. Ég veit ekki hvað getum við gert meira. Þetta er það sem ég smíðast alveg. Sko það sem mér fannst vera klúður ársins. Það sem var algjört klúður ársins. Það var þegar ísbjörninn var skotinn. Það mér finnst það vera klúður ársins. Bjáni ársins. Það er náttúrulega, bjáni ársins er, sko, eða bjánar ársins er náttúrulega Ástþór Magnússon og Arnar Þór Jónsson. Mér er það bjánar ársins. Úlfgeiri Bjarnar. Svona ýmislegt þetta ár, þetta ár var náttúrulega bara eins og bara, þú veist, þetta ár var bara skelfilegt. Þetta var bara, þú veist, þetta var bara hryllingur. Þetta ár var bara heil hörmung. Þetta ár var stórslys. 2024 var stórslys. Risastórt slys sem sprakk í andlitið á okkur. Það fengu allir að finna fyrir því hvað 2024 gerði. Það tók allan heiminn í raskatið með ýmsum öðrum hætti. Árið 2024 kom bara, ég ætla að gera út af við Íslendinga. Ég ætla að láta gjósa sexinu, láta einhverja höllu vinna kosningarnar, láta Bjarnamenn sprengja Íslanda, láta unga fólki vera með hníf á Íslandi, ég ætla að gera allt ógeðslega að allir minna hata árið. Ég er 2024, er svo gott. Ég vona 2025 segi, ég ætla að gera allt gott, ég ætla að vera betur 2024. Það er bara vont ár, það er árið sem að eyðilagði lífið í heiminum, lífið. Já, það eyðilagði fyrir heiminum. Allir sem bjuggu í heiminum, það er líf fólks, allra heimisbúana. Ég ætla að gera það bærilega. Þetta mun 2005 gera því að 2024 hann algjörlega rústaði lífið allra heimsins. Tók 2024 bara nauðgaði heiminum. Það bara nauðgaði heiminum. 2024, það bara nauðgaði heiminum. Sem betur fyrir það er það að fara bara
25 kemur og það er ekki svo mikill perri, það er ekki svo mikill nöðgari og 2004, svo bara nöðgaði bara heim heimi. Eins og 2004 gerði. 2004 það er bara nöðgað okkur allir. Það nöðgaði bara heiminum og bara Íslandi. Það gerðist rosalega mjög á árinu og það var bara 2004, það bara nöðgað okkur. Það bara, þú veist, heimsnýðingurinn 2004 er 2004. Heilt ár sem ákvað bara að nöðga heiminum, gera álum eitthvað óbærilegt og ömurlegt. Ég kom ekki til að vera leið, það var bara, þú veist, ekki alltaf þegar það kom. Það held ég að vera komið í friði. En 2024 það var ekki friði. Það kom til þess að gera illa við okkur. Þegar það var illa við okkur. Ég ætla að vera leiðilegt við ykkur. Ég ætla að vera ömurlegur. Þeir munu ekki hafa gáð í mér. Svo 2025 er það miklu betra. 2025 er betra. Það er viðarlegur vondi kalla 2024. Búin að nöðga öllum. Gera lífi óbærilega, gera allir heiminn óhuggisamir á þessu ári. Þetta var bara, það var óhæmingar. Nema það konunar, þær fengur náttúrulega knús á kossabráðinu. Það elskaði, en það elskaði nokkrar konur. Ég held að þú hafi bara gert það ítöðilegt, þetta var íkilegt. Ég held að, sko, þetta var bara hryllilt ár, þetta var bara skelfilegt ár, þetta ár var bara algjör hörmung, þetta var stórslis eins og þeir. 2024 var stórslis, þetta var, sko, 2024 var stórslis, eitt stórslis, bara 2025, bara, verður örugglega miklu betra það verður allavega ekki, vonandi var það ekki stórslis, en 2024 var stórslis. Gjörsamlega stórslis. Ég er búin að fara yfir öll stórslisin hérna. Þú getur hafa eitthvað gott líka með þetta ár. Það var ekki það góða með þetta ár við fengum þetta nýjan forseta. Þótt að Guðni hafi staðið sig með prýði. Það var leiðilegt að missa hann af förstæði. En fengum höllu. Fengum nýjan forsætisráðherra, loksins nýjan forsætisráðherra. Og loksins sem er ekki Vinstri grænn eða sjálfstæðismenn, við fengum Kay Frost bara, samfylkingadrottninguna Kay Frost. Þannig að við fengum, það var margt gott árinu líka, en megnið af árinu var bara hömulegt. Unga hrífar og allt þetta, þú veist. Þetta var bara skelfilegt. Ég bara guðslifandi fegin að árið sé bara búið núna, þetta hræðilega árið, þetta var stórslis. Ég bara fegin að þetta stórslis, þetta ár sem er bara stórslis, sé að hverfa á braut. Ég er bara mjög ánægður með það að þetta ár sé bara búið. Bara takk fyrir, takk fyrir, ekkert þú ert búin að gera líf, þú gerði líf allra í heiminum ömurlegt, þú eyðilagðir lífið, þú nauðgaðir heiminum, þú gerð svo dullar með stutt 2025. Ég vona að þú sért betra ár heldur en þetta 2024. Það var bara skrimsli. Stórslis, skrimsli. Það var hryllilega ár. Það var bara, illa upp alið þetta ár. Foreldrar ás sem mættu skamma sín. Ég vona að foreldrar þínum 2025 séu betri. Betur upp alið, já, ég vona það. Sannarlega. Þú veist. Þetta illa upp alið var bara illa upp alið. Foreldrar 2024 eru bara ábyggilega, þú veist, hryðjuverkamenn og styrum eða eitthvað. Þú veist, hvað veit maður? Þetta ár var bara hryllingur, þetta var skelfilegt, þetta ég fæ bara sko, ég bara að taka þetta á kraumið, en það ætla ég að gera, ég ætla að kremja þetta á, ég ætla að drepa 2024, ég ætla að murka lífið því, svo 2025 smitist ekki af helvítinu, sagði að bjóða ykkur upp á. Því 2004 var shit skelfilegt, það var bara hryllingur, þú veist, það var stórslis. Það kom ekki með góðu, það kom með illu. Við héldum að það kemur með góðu, en svo komum með illu og alveg bara, það bara bakaði svo mikið af vandræðum að 2004, það bakaði svo mikið vandræðum að þú veist, Bjarni gæti ekki svo skreita. Það var svo mikið. Það var búin að skreita þessa köku, svo kom kökurnar sem fjögur bakaði.
Það var svo mikið að hann gat ekki sett það, ákvaða, hann var svo rugl, hann gat ekki gert það. Þess vegna sko sprengdi ríkisstjórnin, það var svo klikkar á þessum kökum sem að 2024 að baka fyrir okkur, svona hræðilegu kökum sem að gerðu heimsbyggðina á Ísland þann grikk að vera illt ár. Það er mjög nokkuð við sem stendur Made in Devil á þessu blessaða ári 2024. Ekki Made in Jesus, heldur Made in Devil. Það hlýtur að vera, alveg 2024 hlýtur að hafa verið merkt Made in Devil. Þú veist, þessi sokkur, þetta er 2024. Helvitis, hvað? Þetta er 2004. Ég er að taka þetta 2004, þetta er 2004 ár sem er sokkana, þetta er 2004. Og bara taka þetta, helvitis álótt og ömurlegt. Réttu þig. Það er 2004, 2005, sem bara koma. Það var þetta gott ár. Ekki helvitis 2004 sem var algjört helvitis skíta ár. Þetta var ömurlegt ár. Þetta ár gjörsamlega sökkaði. Þetta var hryllilegt ár. Þetta var bara besta ár sem hefur komið fyrir Íslendinga og heiminn allan. 2004 eyðilagði líf allra. Það kom í það bara, það dóp er á búkisláholt og þetta er fíkniefni. Sko, 2004, það var bara eitt stórt fíkniefni. Það var bara fíkniefni sem kom og með það voru allir að taka inn 2004 þannig að það var margir. 2004 var bara, það var bara þrabengan, það var svona fíkniefni sem að lét drepa og lét að gera alls konar hlutir. Fólk bara, þú veist, ég held að þeir sem voru með hnífana, þeir var bara undir áhrifum 2004. Þú veist, svo margir, sumir fundu ekkert fyrir áhrifum 2004, en það eru margir undir áhrifum 2004. Þú veist, og svo kemur 2004 sem vonandi og verður ekki eitrað eins og 2004, svona eitrunni. En því 2004, það var skelfilegt. Þetta er 2024, burt með það. Þetta er 2024 hérna. Bara skam, bara hendur því í burtu, 2005. Það er grænt, þetta er svo, það er grænt. Svona alveg eins og skúrinn, alveg eins og skúrinn á Arnarbakkanum. Já, ég gleymdi skúrnum á Arnarbakkanum þegar það farið yfir árið. Hvað er málið með þetta, heldur? Ég ætla maður allir að býra á Arnarbakkanum. Hvað er byggja það? Já, byggjum við það. Ná, maður kan byggja eitthvað. Hvað Arnarbakkar er það? Hvað gerum við Arnarbakkanum? Byggjum við það. Byggja. Það er skæðin. Það er að kíkja út og byggja. Hvað? Það er eitthvað græn skemma það fyrir utanum. Erfiðir, hvað er rugglega? Þetta er græn að skemma þetta. Það er verið að skemma Arnarbakkanum. Hvað var einhver búin að pæla? Setja einhverja græna skemmuna. Já, það var náttúrulega hörmung og breiðþyrstingar, þeir fengu sko græna spjaldið. Og sérstaklega fólk í Arnarbakkanum, stóra græna spjaldið. Á meðan að Hafnfirðingar, þeir fengu rauða spjaldið. Sérstaklega F-fæðingar, þeir fengu rauða spjaldið. Og það er ekki aldrei á það. Þú veit, ég glemdi það sem ég glemdi, nú er farið það sem ég glemdi, sem er gott, frábært, ég er fram árið og glemdi ykkur. Það er jú, góðum það sem ennast, Hafnfirðingar, það er ekki, ég get ekki sagt þessi Hafnfirðsleikur, það er ekki Hafnfirðingarleikur. Það er einhver utanaðkomandi leppalúði sem keypti það, góðum það sem ennast, það kann að segja þessi Hafnfirðsleikur, það er bara ekki hægt. Leppalúði bara, tók það frá okkur, Hafnfirðingum.
Já, þetta ár var náttúrulega bara eins og segi, hræðilegt, skelfilegt ár. Og ég er búin að fara yfir það og svo gleymar og svo þegar maður svona í svona, svo gleymar ég, þegar maður fer yfir árleika, þú veist, þegar ég segja til árið ár, þú veist, ég er búin að fara yfir, sko, ég bara fyrir alveg búin að blanda því saman við það sem, hvernig árið var, að því nefndi, og það er líka alltaf læg, þú veist, þannig er bara svona, þannig er það, þegar maður fer yfir árið, og reynir að sjá hvað gerist þarna, þá mann maður alltaf, já, það gerist það áður, já, það gerist meira af þessu, já, það var að gerast á árinu, þannig að þá reyður maður alltaf að blika það einhvern veginn kveikir neistan, framtíðarspáin, kveikir neistan og kveikir í minninu, kveikir á minninu og sendir minnispillu í mann, þegar maður fer að gera það, þú veist, og hérna, það er bara slags. En þetta árið segi var skellulegt, þetta var stórslys bara, þú veist, bara foreldrar 2024, Ólu 2024, ekki nógu vel upp á hann að koma til okkar. Ég veit ekki að 2025 segja betar upp alið heldur en 2024, þetta er bara hræðilegt ár. Það var bara skelfingin upp mann, bara hver fann, bara, þú veist, sá sem að fannst að æðislegt ár, það er eitthvað að honum, því þetta ár var skelfing. Það var hræðilegt, það var bara versta ár sem hefur komið fyrir heiminn og Íslendinga. Þetta er bara, þú veist, en það gerðist líka margt gott á árinu, þú veist, ég segi, en því miður, þá voru góðir hlutir, því miður allt of fáir. Það voru miklu fleiri skelfilegir atburðir heldur en góðir atburðir. Þegar að árið ákvað stillt og gott, þá farið okkur Höllu Tómasdóttur og Kay Frost í stjórnvöldin og Líam B. og Kúli biskup, annan Kúli biskup. En farið okkur nýja seðlabankastjóra? Nei. Það er það sem vantar. Og ég finnst að þetta, fyrst að kona sem er forseti, kona sem er forsætisráðherra, biskup, þá verðum við bara, þá er bara vantar eina konum, þá vantar bara konu í seðlabankan. Það vantar konu sem seðlabankastjóra. Við ákveður ekki kona seðlabankastjóri og ekki nóg með það. Útvarpsstjóri, það er karlmaður, það er bara karlmaður útvarpsstjóri. Mér finnst að sá sem er útvarpsstjóri, hættir útvarpsstjóri og kona fáið. Af hverju ekki kona, af hverju ráði ekki konu? Þú veist, það er engin kona verið útvarpsstjóri á RÚV, útvarpsstjóri RÚV. Engin kona, aldrei. Það er ekki kona þar og kona seðlabankastjóri. Hefur kona verið seðlabankastjóri svolítið? Nei. Mér finnst að kona þetta er seðlabankastjóri og þetta er bara kona útvarpsstjóri. Það er bara sem mér finnst. Það er gerst á næsta ári að gera tilkynningu gott þegar ég buðst með Ásgeir Norðsson og inn með einhverja konu, hæfa konu sem er miklu betur en hann í dæmi. Það væri bara frábært. Á næsta ári að Ásgeir þess að færa og kemur kona í seðlabankastjóri. Útvarpsstjóri hættir og það kemur konu að helstað. Djöfull væri það gott. Þá erum við bara með konur, þá erum við konur í bara mjög góð valdast. Við erum með konur í biskupinn, við erum með konur í forseta, við erum konur í forseta, það vantar bara konu í seðlabankastjórastólinn og útvarpsstjórastólinn. Það er bara kúlið þangað. Þá ættum við Íslendingar að vera nokkuð góð. Þá ættum við að vera góð. Þá ættum við að vera nokkuð góð. Ég held að við ættum bara með að við værum mjög góð þar. Ég veit ekki fyrir Katrín Jakobsdóttir í fjármálum, en hún gæti verið, okkur er hún ekki bara, já, hefur hún ekki góð fjármálum, þá hún hefur alltaf ekki að vera seðlabankastjóri. Hún gæti verið, Katrín Jakobsdóttir verið góður útvarpsstjóri. Okkur getur spært, hún ekki bara útvarpsstjóri, hún er bara útvarpsstjóri. Hún gæti verið góð þar, held ég. Hún er vann eins og RÚV, þannig að, þú veist, ég held að þetta vera gott verið á næsta ári að Katrín Jakobsdóttir bara sækjum sem útvarpsstjóri og verða útvarpsstjóri. Það myndi henta henni vel. Það henta henni vel. Það er sem ég að gera á næsta ári, að fá konu, hvernig, það er það sem gerir næsta ári. Vistu það ekki að gera næsta ári, að seðlabankastjórinn skiptir nýseðlabankastjóri sem er kona, nýr útvarpsstjóri sem er kona, því það er bara karlar sem eru búin að vera seðlabankastjórar
útgerðar, engar konur. Það er alveg komin tíma á konu í seðlabankastjórastólinn og útvarpsstjórastólinn. Ég er nokkuð viss að næsta að það þyrfti bara að gera það næsta ári, setja konu í seðlabankastjórastólinn og útvarpsstjórastólinn. Það er það sem vantar. Það er þá er komið rjóminn á tvenn tertuna. Við erum með fyrsta lagið, biskupinn, annan lagið forsetann, svo erum við með forsætisráðherrann. Það vantar bara kremið og skrautið. Og það er sem sagt seðlabankastjóri og útvarpsstjóri kona. Það er það sem ég hefði viljað. Það vill ég sjá. Ég vill sjá konu í seðlabankastjórastólnum og útvarpsstjórastólnum. Það þarf bara, þú veist. Bara komin tíma það. Heyrðu, ég ætla ekki að vera lengra. Bara þakka okkur kærlega fyrir að fylgjast með og fara yfir ára með mér og leið okkur í gegnum við bara, það er hræðilega. Bara þakka kærlega bara fyrir það fylgjast með og bara vonandi, þú veist að jafna okkur, ég veit ekki hvort við getum jafnað okkur á þessu ári því að þetta ár var ansi illa með okkur. Frá ansi illa með okkur þetta ár og ég bara þakkulega fyrir að horfa á þetta fíla áramót sem að fóru við þetta skelfilega ár, þetta hræðilega ár. Þetta ár sem fór algjörlega, tók okkur bara, þetta ár nauðgaði okkur, hreinlega. 2004 nauðgaði heiminum. Það bara svoleiðis. Það nauðgaði heiminum, þannig ég þakka fyrir áhorfið og bara vonandi eigið bara góð og gleðileg áramót, bara fín áramót. Ég segi bara takk fyrir samfylgdina hérna í dag, eigið gott og farið gangi að hægt og gleðandi. Ekkert fikta með flugelda, ekkert flugeldafikt, bara skam þess að gera það, ekkert flugelda, skam. Og bara njótið áramótanna og hafið allra bestum áramót, bara það sem er eftir af þessu helvítis skíta ári, þessu helvítis ári sem er algjört helvítis bara, ég ætla að myrða árið 2004, ég er bara að drepa það, ég verð bara, þú veist, það verð bara drepið af mér, persónulega, bara, 2004 þú drepið, þú veit ekki nálega 2005, en það mun það ekki gerast að ég er búin að vera. Ég þakka fyrir að vera með þér í farið. Ég segi bara, njótið áramótanna og bara gleðilegt nýtt ár, elsku hetjurnar ykkar. Þeir eru hetjur í ykkar lífi. Bara gleðilegt ár og megið þið blómstra á nýja ári. Bara gleðilegt ár og megið þið blómstra á nýja ári og bara vonandi, bara látum við ykkur, ég er bara gleðilegt ár og bara takk fyrir þetta hryllilega ár sem að nauðgaði heiminum. Bara takk fyrir þetta ár sem nauðgaði okkur, ég veit ekki okkur sem þakka fyrir það, maður það er bara kurteisi. En gleðilegt 2005, megi það verða skipið í gott. Það er skipið í gott.